Góðan daginn, Stengir heiti ég. Við ætlum núna að fara aðeins yfir bókunarstýringar í RSM-kerfinu. Við byrjum hérna á svona. Við byrjum hérna á að fara inn í innkaupareikninga. Þá erum við hérna með nokkra reikninga sem við getum búið til stýringar á. Fyrsti reikningurinn sem við ætlum að fara að skoða er þessi reikningur frá Ekrunni. Oft byrja maður á því að taka reikningin upp á skjá þegar við gerum bókunarstýringar. Þá förum við hérna í reikningur á skjá. En svo getum við líka bara farið inn í sjálfa reikningin og þegar sjáum við hérna hausinn og línurnar. Hérna hægra megin erum við með fjöldi tilvísana. Þetta eru það tilvísanir sem koma með reikningnum, með rafrænreikningnum, sem við getum svo nota til að búa til bókunarstýringar eftir. Hérna sjáum við að við erum með tilvísanar fyrir annars vegar hausinn, það er hérna færslutegund haus og svo hérna fyrir línurnar. Í þessu tilfelli þá ætlum við að segja að við ætlum að bóka þennan reikning, okkur er alveg sama hvað við erum að versla frá Ekrunni, við ætlum alltaf að bóka það inn á sama fjárhagslykilinn. Og það er alltaf sami uppáskrifandinn sem bókar, sem hérna kemur til með að samþykkja alla reikninga frá Ekrunni. Til að búa til bókunarstýringu fyrir hausinn, þá förum við hérna upp í bókunaruppsetning eða ýtum á Ctrl+S. Þá kemur hérna engin bókunaruppsetningi til fyrir, viltu stofna bókunaruppsetninguna. Við segjum já við þessu. Þá kemur hérna sjálfkrafa lánardrottinn, þar sem hann er til í kerfinu, og við sjáum hérna að við erum að gera bókunarstýringu fyrir skuldfærsluna. Þegar við gerum bókunarstýringun fyrir skuldfærsluna á almennu reikningum, þá erum við ekki að setja málaflokkadeild eða verkefnakóta, heldur setjum við eingöngu uppáskrifandann, sem er hérna í þessu tilfelli hún Arna Sif, og svo förum við hérna niður til að reyna að búa til sjálfa regluna. Við ætlum að skilja eftir eingöngu kennitöluna okkar í þessu tilfelli, ef við segjum það, og svo kennitölu lánardrottins, vegna þess að Arna Sif ætlar alltaf að skrifa upp á alla reikninga sem koma frá þessum lánardrottni. Þá segjum við hérna í lagi og þá sjáum við að faktboxi hérna hægra megin er búið að uppfærast hérna með bókunarstýringun sem við gerðum. Á sama hátt þá gerum við bókunarstýringu fyrir línurnar líka og þá erum við að búa til bókunarstýringu fyrir kostnaðarfærslunar. Við förum hérna í að stofna bókunaruppsetning fyrir línu eða ýtum á Shift og F11. Aftur kemur upp spurning hvort þú viljið stofna bókunaruppsetningu og við segjum já við því. Hérna veljum við þann fjárhagslykil sem við viljum fá bóka kostnaðinn inn á og við getum valið hérna bara einhvern lykil. Viljum bara reitfeng núna í þessu tilfelli. Við getum sett inn hérna einhverja deild og við getum sett inn verkefniskóta líka ef við vildum það. Aftur setjum við inn uppáskrifanda og svo setjum við inn, skiljum við eftir þær stýringar eða þær tilvísanir sem við viljum halda eftir fyrir þennan reikning. Og það sem við vorum búin að segja að við ætlum alltaf að bóka allt sem kemur frá Ekrunni inn á sama fjárhagslykilinn, inn á sama deildina og það er alltaf sami uppáskrifandinn, þá er okkur alveg sama í rauninni hvað við erum að versla. Við hendum þá út öllum tilvísunum sem hafa með línuna að gera.
Þá erum við rauninni búin að segja hérna að bara svo framálega sem reikningurinn kemur til okkar frá þessum lánardrottni, þá ætlum við að bóka þetta inn á 2031 til 0200 og Erna sé allar skrifa upp á. Þá sjáum við hérna að báðar þessar línur fá sömu bókunu tilvísunar númerið, hérna 20.000. Það skiptir rauninni ekkert máli hvaða númerið þetta en aðalatriðið að þetta sama númerið. Þá erum við búin að stilla það í RSM-grunnunum að ef það sama tilvísunarnúmerið, þá verður þetta dregið saman í eina línu þegar við setjum þetta yfir uppskriftarkerfið. Segjum bara í lagi við þessu og þá þessi reikningur hérna orðinn svartur og ekki neina línur sem eru lengur óþekktar. Ef við tökum núna næst aðeins flóknari reikning, ef við tökum hérna símareikningin sem dæmi, þá förum hérna inn í þennan reikning. Þá oft með símareikninga að þá viljum við kannski draga saman kostnaðinn niður á ákveðin símanúmer eða niður á ákveðin vörunúmer eftir hvað það sem við erum að versla frá símanum. Við getum byrjað á því að skoða tilvísanirnar aftur hérna, fjöldi tilvísana, og þá getum við reynt að finna okkur hérna einhvern samnefnara sem við getum notað til að draga kostnaðinn saman á. Og við sjáum til dæmis hérna strax að við erum með hérna í línunum, þá erum við með símanúmer og við viljum í þessu dæmi draga kostnaðinn fyrir þetta símanúmer saman í eina línu. Við byrjum samt aftur á að gera bókunaruppsetninguna fyrir hausinn. Veljum uppáskrifandann og hérna getum við líka sagt að við viljum kannski hafa einhver ákveðna lýsingu alltaf sem myndi koma með bæði skuldfærslunni og kostnaðarfærslunni á þessa reikninga. Hérna getum við sett inn í rauninni þetta deildanúmer sem að koma hérna í athugasemdina og við getum haft það hérna sem fasta lýsingu á skuldfærslunni. Við hendum út öllum óþarfa línum. Við viljum skilja eftir kennitölun okkar og kennitölu lánardrottsins og svo viljum við skilja þetta deildanúmer hérna eftir. Segjum í lagi með þau. Og þá komum við að gera bókunarstýringu fyrir sjálfa línuna. Stofnum við bókunaruppsetningu línu. Hérna sjáum við þetta kostnaðurinn sem við erum að fara að gera stýringu á. Við ætlum að setja þetta inn á fjárhag 4011 sem símagjöld. Við viljum kannski líka hafa sömu lýsinguna á kostnaðarfærslunum eins og við höfum í hausnum. Deild og Árni ætlar að skrifa upp á þessar línur sem tilheyra þessu ákveðna númeri. Við skiljum eftir sömu tilvísanirnar í hausnum eins og við gerðum áðan og núna viljum við draga saman kostnaðinn á símanúmerið og þess vegna skiljum við það hérna eftir sem tilvísun fyrir línu og hendum út restina af línunni. Þá erum við hérna búin að segja að í hvers skipti sem það kemur reikningur til okkar frá þessum lánardrottni með þessari athugasemd í hausnum og með þessari bókunartilvísun í rauninni fyrir línuna, þá ætlum við að bóka þetta inn á fjárhag 4011 með þessa lýsingu með deild 0200 og Árni ætlar að skrifa upp á það. Svo segjum við í lagi og þá sjáum við að það eru hérna nokkrar línur sem merkjast upp með sama númerinu og þetta eru þá línur sem hafa kostnaðarlínur sem tilheyra þessu símanúmeri sem við skildum eftir í tilvísuninni. Svo erum við hérna með fleiri línur sem eru einhverja grunnrásir og grunnáskrift og við getum þá farið að búa til stýringu fyrir þær.
stofni bókunartilvísunina. Við ætlum kannski að setja þetta inn á sama fjárhagslykil og við ætlum að setja þetta inn á, við ætlum þetta bara hérna áskrift og við viljum kannski setja inn á sömu deildina en við ætlum kannski að láta einhvern annan aðila skrifa upp á. Þannig að Jónu Dagbjörtu sem dæmi. Skiljum eftir sömu tilvísanirnar og vorum með áðan. Nema hérna ætlum við að skilja eftir þetta hérna referensnúmer sem kemur. Og þá eru næstu línur eftir sem fá þann annað í rauninni bókunartilvísunarnúmer. Það er þess næstu 3 ára eftir. Þannig að þær munu koma saman í einni tölu og allar þessar hérna munu koma saman í eina tölu. Þannig að þá núna erum við komin með 2 línur í uppáskriftarreikninginn. Svo getum við sagt að restina af reikningunum er einhver færslu sem við ætlum bara að taka saman í eina tölu. Gætum þess að valið 3. uppáskriftandann fyrir það, hún Erna, og þá getum við sagt að restina af reikningnum ætlar hún Erna að skrifa upp á og þá erum við ekkert að tilgreina nánar. Við vildum bara í þessum reikningu aðskilja þetta kostnaður vegna símanúmerinsins og kostnaður vegna áskriftarinnar. Restin fer saman í einni tölu sem hún Erna skrifar upp á. Segjum við lagi við því og þá erum við komið hérna með 2 síðustu línurnar með sama tilvísunarnúmerið. Þá get ég sendt þennan reikning til uppáskriftar og hann mun þá birtast uppáskriftarmegin með 3 línum. Þriðja dæmið sem ég ætla að taka fyrir núna er dæmi verðbókhaldsreikning. Þetta er þá þessi innri vinna sem hérna við erum að fara með í gegnum RSM-kerfið og hérna er dæmi reikning sem við viljum hérna setja stýringar á. Ef við byrjum hérna bara á hausnum að þá erum við aftur með uppáskrifanda og það sem við skiljum vanlega eftir í hausnum er viðskiptareikningurinn sem getur auðvitað verið mismunandi og svo bókunartilvísun sem er verknúmerið. Það sem er mikilvægt með verðbókhaldsreikninga að gera, það er að setja viðskiptareikning í hausnum. Við setjum þetta ekki á almennu reikningana en bara á verðbókhaldsreikningana. Þá setjum við viðskiptareikning þjón LD í þessu tilfelli og segjum í lagi. Ok, hann er ekki til, þá var það Nú glemdi ég að tekka hvaða viðskiptareikningur notaður, en sleppi í þessu tilfelli en viðskiptareikningurinn þarf að koma hérna skráður inn. Til að stofna bókunaruppsetning fyrir línu þá viljum við hérna setja inn fjárhagslykil. Við getum sett inn lýsinguna á verkinu. Við setjum inn málaflokkinn, deildina og skiljum eftir sömu tilvísanirnar við vorum með í hausnum. En það sem við skiljum líka yfirleitt eftir er tegundina, hvort þetta sé maður eða vel og svo eru hérna sumir sem eru líka með hvort þetta sé sumarlegi starfsmaður eða ekki sem kemur hérna líka sem aukatilvísun. Núna ætlum við í rauninni bara að segja að í hvers skipt sem koma reikningar hérna inn
sem með þetta verknúmer og að þetta maður og þá ætlum við að bóka þennan fjárhagslykil, þessa deild og Arna Sif ætlar að skrifa upp á. Segjum hérna í lagi og þá kom stýringarnar hérna fyrir reikningin sem við getum senda áfram í uppáskrift. Annað varðandi bókunarstýringar að þá safnast þær hérna upp við bókun og uppsetningarlisti. Og hérna getum við verið með helling af bókunarstýringum og sem dæmi getur verið að það einhver uppáskrifandi sem að hætta. Og til að þurfa ekki að fara í mikla handavinnu og þá getum við farið hér afmarka okkur á allar bókunarstýringar sem hérna í þessu tilfelli sem ég hérna uppáskrifandi að og þá get ég breytt með nokkrum handtökum þannig að allar hérna stýringarnar sem ég ábyrg fyrir eiga núna að fara yfir á að Snorra. Svo getur maður bara gert hérna F8 og þá maður snöggur að breyta þessu. Eins getur maður líka farið hérna og tekið til og bætt til dæmis inn málaflokk og deild vegna sem maður hefur gleymt málaflokk og deild eða maður hefur fundið út úr því að maður hefur sett vitleysa málaflokk og deilda og þá getur maður breytt í hérna. Eins getur maður líka lent í vandræði með kannski bókunarstýringar á einhverjum ákveðnum reikningum og það kannski reikningar frá einhverjum ákveðnum lánardrottni sem eru allar að koma rangar. Og þá getur stundum verið gott að einfaldlega taka þessar stýringar og henda þeim bara út. Þá afmarkar maður sig á ákveðin RSM lánardrottin og einfaldlega ýtir á hérna Ctrl Delete hérna og þá hendur maður þeim út. Þannig að stundum borgar sig að taka til í bókunarstýringunum en stundum borgar sig bara einfaldlega að henda þeim út og byrja upp á nýtt. Þetta var svona mjög hröð yfirferð varðandi bókunarstýringar. Ef það eru einhverjar spurningar þá megið það endilega senda bara fyrirspurningar á sveit@vice.is. Þannig að ég ætla bara að láta þetta gott heita. Núna í dag. Takk.